Núna er þetta nær. Nú. Fundarstjóri, góðir ráðstefnu gestir. Það sem ég ætla að ræða hér á þeim 5 mínútur sem ég hef til ráðstöfunar að segja ykkur frá virku eftirliti og stofnun stuðningshóps sem við Sigurður Skúlason erum að vinna að og við erum kanna áhuga fyrir og ætlum að halda kynningarfund núna á 50. Saga segir af eldri manni sem hafi fæði gönguferð daglega. Og þessi gönguferð sinni einn dag að þá rekur hann tanna í eitthvað. Og hann fellur við og vera að skoða hvað það er að vera. Hann held þetta væri steinn, þá kom í ljós að þetta var ekki steinn, þetta var flaska. Og hann fer og grafa og grefur flöskun upp og þá sér hann að það er tappi í flöskun. Hann skrúar tappan af, upp úr flöskunni kemur andi. Og þessi andi hann þenur sig út og segir það: ég er stór og mikill og sterkur, nú ræði ég yfir þér. Og manninn var talsveit bilt við og hann hugsaði með sér, já, hvaða ráð hef ég nú til þess að losna við þennan anda? Já, hann hafði heyrt það var þetta jafnvel að skera hann af sér og það var jafnvel þetta geisla hann frá sér. En hann vissi líka að það var ein leið til, önnur. Svo hann segir við andan: þú stóri og mikli andi, getur þú sýnt mig hvernig hún fer aftur hún í flöskuna? Andi fór hún í flöskuna og hann setti náttúrulega tappan í flöskuna. Og þetta er kannski myndlíking fyrir því það sem við erum að gera, sem að förum og veljum þetta virka eftirlit. Við vitum af þessu, við gleymum ekki krabbameininu, en við látum það ekki trufla okkur í okkar daglega lífi. Það var gefin út bók hér kvöldi 1997, merk bók eftir Bernie Siegel, sem heitir Kærleikur, lækningar og kraftafrek. Í þessari bóka þá ræðir Bernie 3 tegundir af krabbameinssjúklingum, eða 3 hópar réttar að sagt. Fyrstu hópurinn er 15–20% að þegar þeir greinast, þá eru þeir bara sáttir við það að deyja. Þeir líta á þetta sem lausnir í einhverjum ákveðnum vandamálum. 60–70% hópsins lítur á læknin sem leikstjóra. Það er að segja þeir reyna á þóknastunum og gera allt saman sem honum er þóknarlegt og vonum bara að hann lækni. Og svo er 3. hópurinn sem hann kallar exceptional patients, sem hefur verið þýtt sem einstækir sjúklingar. Það eru þeir sem líta ekki á sig sem fórnarlömb, þeir vilja vita meira, þeir vefengja margt af eigin skoðanir og jafnvel taka sjálfstæðar ákvarðanir. Og svo segir hann: hvaða hópur er það sem hefur mestar lífslíkurnar? Það er þessi hópur sem er tilbúin að berjast. Og ég held að þeir einstaklingar sem að taka og velja þessa leið virt eftirlit, að þeir komi flestur úr þessum hópi. Virt eftirlit, það felst í því að eftir að maður hefur greinst með blöðruhálskirtils krabbamein og gildi við greiningu eru fyrir neðan ákveðin stig og ákveðin mörk, og þá hefur hann valmöguleika að stað þess að fara í hefðbundna meðferð, að þá velur hann þess sem að kalla virt eftirlit. Bara geta þess að því að Sigurður Skúlason situr hérna fyrir frammi, við vorum að ræða þetta í vetur og hann kom með þessa hugmynd á þýðingu, betri þýðingu, þetta hefur kallað vöktun bið, að kalla þetta virt eftirlit, sem er miklu betri þýðing. Þetta er við sem að stöndum því sem við erum ekki að bíða eftir neinu. Við ætlum ekki að láta það gerast að við þurfum að fara í meðferð. En hvaða gildið er það sem við getum haft til þess að velja þessa aðferð eða meðferð? Og það er nú mjög misjafnar skoðanir og eins og margt í kringum þennan sjúkdóm. Og það virðist vera 5 mæligildi sem að skipta miklu máli. PSA, það er oft talað 10 eða undir, 10, saman sem 10 undir, og jafnvel kenningar það að það megi vera upp í 20 eða undir 20. Nú Gleason gráða, þá er talað undir eða saman sem 6, það sé 3+3, og að hámarki 7, 4+3. Það hefur verið talað að krabbameinið megi annars greinast í öðrum megin innan kistinsins, og svo er talað að það séu færri en 3 vefsýni með krabbameini, ekki hærra krabbameinshlutfall en 50% í einu vefsýni af 12. Og að 2-földum á PSA gildinu eigi sér stað innan 3 ára. Í bæklingi sem ég rakst á frá bandarískum bæklingi frá National Comprehensive Cancer Network, að þá er talað bæði kosti og
og galla. Og Baldvin hefur raun rætt það þegar. Hvað það sem mælir með þessari nálgun. Þannig að forðast meðferð sem gæti verið ónauðsynleg, forðast meðferð og þar með aukaverkanir, halda óbreyttum lífsgæðum og svo með bandarískar aðstæður, minni kostnaður og svo nýjar meðferðir sem gætu komið fram og eru stöðugt að koma fram. Þetta er það sem mælir með, en það sem mælir á móti er það að krabbameini gæti breiðst út, minni möguleikar á lækningum meinsins, meiri áhyggjur ef ekki farið í meðferð. Og ég veit það sjálfur þegar ég fer og fæ PSA-mælinguna, maður er alltaf dálítið spenntur, þetta var eins og í skóla í gamla dag, hvaða einkunn fæ ég í dag, maður er ekki alveg viss hvernig prófið hafi gengið. Og svo er takmarkaðar rannsóknir á langtíma áhrifum. En þessi aðferð er nálgun, áður var þetta watchful waiting, sem að bið, ég held að síðan 15 ár síðan að þessi aðferð var tekið upp og það er maður í Kanada, Dr. Klotz, sem er þekktur fyrir að hafa unnið þessu framgang. Og mín saga er svo að ég greindist fyrir 9 árum síðan og vissi þá raunur ekki að þau gildi sem ég hafði þegar ég fekk mína fyrstu mælingar voru þær sem fjallu undir þessar skilningar sem við nefndum áðan. Og mér hefur tekist að halda gildir niðri, PSA hefur hækkað, en það er samt innan marka og hef fengið góðan stuðning ýmsu aðrir, náttúrulega fyrst og fremst eiginkonur minnar vegna þess að þessi sjúkdómur, þetta er nú hjónasjúkdómur eins og tölvum, þetta er ekki einstaklingssjúkdómur og góðan stuðning. Ég sé að máva mig, Sigmundur Guðbjarnarson er hér, hann hefur stutt mig í þessu og vinur minn Jóhann Heiðar, ég var svo heppinn að læknir og meinafræðingur fyrir herbyggisfélagi mínu Menntaskólanum á Akureyri, hann hjálpaði mér mjög mikið við það að skilja þetta flókna mál allt saman í upphafi. En það sem við ætlum að gera við Sigurður Skúlason, við höfum áhuga því að stofna stuðningshóp vegna þess að það er mjög algengt að þeir sem að fara þessa leið, að þeir eiga í erfiðleikum vegna þess andlega álags sem að fylgja þessu og við höfum áhuga því að kanna möguleika og undirtektir að styðja þá menn og okkar reynslu. Það eru 4 ár síðan að Sigurður fór þessa leið og það eru 9 ár síðan að ég fór á stað. Og við höfum nefnt sem vinnuheiti og þessi fundur verður haldið hér í þessum sal á 50. klukkan 4:30. Vinnuheitið sem við kallum þetta frískir menn geta verið með sjúkdóma en samt verið frískir. Og þegar að kona mín kom með þessa hugmynd, Elín kona mín, þá hafði hún í huga náttúrulega táp og fjör og frískir menn sem að verið náttúrulega einhverjum orð þessar hreyfingar. En markmiðið með starfseminni fyrst og fremst að vera upplýsandi og virkt eftirlit og stuðningur við þá menn sem að vilja fara þessa leið. Og við Sigurður erum sammála það að þetta á ekki vera áróðurs samtök fyrir þessum að fara þessa leið. Það er annarra heldur en okkar að upplýsa og hjálpa við ákvarðanar. Fyrst og fremst lítum á þetta sem stuðning en ekki trúboð. Og við hefum eftir að ræða það að verða sett ákveðin skilyrði til þess að gera staðileg að þessu, þá eftir að móta það. En ég held að sé mjög mikilvægt að þeir sem að ganga að þessari hreyfingu og komið þessari hreyfingu, að þeir verði undir eftirliti lækna sem hafa samþykkt að ganga þessa leið. En fundurinn sem verður hér á 50. klukkan 16:30 í þessum sal. Og svo vil ég bara segja það í lokin að markmið okkar með virku eftirliti er það að andinn eða meinið það komist aldrei út úr flöskunni og svo komur náttúrulega nýjar aðferði til þess að útrýma honum án aukaverkana.